Continue. Ok. Þá byrjum við með bæn í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Góði drottinn, þakka þér fyrir orðið þitt til okkar. Þakka þér fyrir það að við fáum að búa á landi þar sem leyfilegt að safnast þitt orð og koma saman það og lesa og læra af því. Við byggjum að við fáum að vera stöðug í orðið þínu og lifa í því og að þú varðveitir okkur í orðinu. Í Jesú nafni. Amen. Þá ætla ég að deila skjánum eins og ég gerði síðast. Svona. Ég setja að loka þessu. Núna sé ég dálítið illa á skjáin. Eitt hætt videopanel. Svona, þetta betra. Jú, ég skil. Þá byrjum við á að lesa úr fyrirreitningarlesturinn sem úr sálmunum, úr sálmi 118. Sálmar 113 til 118 eru svo kallaðir Hallel-sálmar eða Halleluja-sálmar sem voru sungnir í tengslum við hátíðir gyðinga. Þar með talið eru páskarnir sem náttúrulega efni textans í dag eða Guðspjaldsins og við sjáum bara hvernig sálmur 118 byrjar þakki drottni því að hann góður, því að miskunn hans varir að eilífu og þetta verður svona eins og stef. Þá mæli Ísrael því að miskunn hans varir að eilífu, það sætt og svo framvegis og síðan koma nokkra breytingar og svo komum við að lokum að okkar texta og áður en það kemur vers 24. Þetta dagurinn sem drottinn hefur gjört, fögnum og verum glaðir á honum. Þetta svona textinn sem hefur verið orðið að barnalaginu daginn í dag. Og síðan lesum við vers 25 til 29. Drottinn hjálpa þú, drottinn gef þú gengi. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Frá húsi drottins blessum við yður. Drottinn Guð, hann lætur oss skína ljós. Tengið saman dansraðirnar með laufgreinum, allt inn að altaris hornunum. Þú ert Guð minn og ég þakka þér. Guð minn, ég vegsama þig, þakki drottni, því að hann góður, því að miskunn hans varir að eilífu. Og við heyrum þetta síðasta versið þarna stefið sem kemur og lokar söngnum. Ég ekkert svona voðalega hlynntur því að maður sé að sýna hebresku og grísku í svona biblíulesturum en ég ætla að gera svona smá undantekningu í dag út af því að þetta vers eða þetta stef, drottinn hjálpa þú, það hjálpar svolítið að sjá það á hebresku. Og ég með þetta, þannig að það hægt að lesa líka með latinskum stöfum. Vers 25, og na, og þetta orð nafn Guðs, það lítur svona út, yfirleitt lesið Adonai, sem þýðir drottinn minn, og þar á leiðandi stendur drottinn, þetta þýtt drottinn á íslensku. Og drottinn, Hósía, Hósíana, það segja frelsaðu, og síðan svona áherslumerki eða jafnvel mætti þýða þetta sem bara upphrópunarmerki. Og það þetta stef Hósíana og við þekkjum þetta Hósíanna sem kemur Hósía, þið sjáuð alveg örugglega líka að þetta líkist kallmannsnafninu Hósea en það af sama stofni Jósa, sjáuð Hósea, Jósa, þetta kemur af sama stofni og þýðir þá stofni því það að frelsa eða hjálpa og Hósea því þá hjálpræði. Og úr nafninu Hósea kemur síðan nafnið Jehósea eða Jeshua sem þá þýtt Jósúa á íslensku eða gegnum grísku Jesús. Þannig að þetta nafn Hósea sem kemur í orðinu Hósíanna það hefur sama stofn og nafnið Jesús sem þýðir náttúrulega Guð frelsar.
Þetta bara svona kannski smá útúrdúr, en þetta, af því að þetta orð kemur fyrir í Guðspjallinu í dag, þá langar mig að sýna ykkur þetta. Héðan förum við þá í Hebreabréfið og það satt í kafla 12 og þetta þá vers 1-3 sem við ætlum að lesa. Og þetta kemur í byrjun kafla 12, allur kafli 11 listi yfir votta trúarinnar, yfir fólk sem hefur sýnt trú sína gegnum söguna, allt frá Abel til Abrahams til Móse og svo framvegis. Og þeir eru allir teknir fram sem vottar trúna. Svo heldur það áfram hér í kafla 12, vers 1-3, fyrst við erum umkringdir slíkum fjölda votta. Léttum við þá af oss allri byrði og viðlóðandi synd og þreytum þolgóðir skeið það sem við eigum framundan. Beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Vegna gleði þeirrar beið hans, leið hann þolinmóðlega á krossi, mat smán einskis og hefur nú sest til hægri handar hásæti Guðs. Virðið hann fyrir yður sem þolað hefur slíkan fjandskap gegn sér af syndurum til þess að þér þreytist ekki og látið hugfallast. Þetta þessi fjöldi votta, það vottarnir úr kafla 11 sem þá, og þessi kafli 11 hefur oft fengið á ensku nafnið Hall of Faith í staðan fyrir Hall of Fame. Síðan kemur vers 2 sem beinir athyglingar að Jesú og vers 3 sem segir að sú smán sem að Jesús, drottinn okkar, gekk í gegnum mun meir en sú smán sem samfélag okkar vil beita þeim sem standa á vilja og orði drottins. Og í stöðu þar sem að við þurfum að þola smán, þar sem að kannski starf eða eignir geta farið frá okkur eða fjölskyldun getur orðið sundrað, nú ef að enn verð færi, þar sem við getum verið fangelse eða pínd fyrir trú okkar, þá okkur bent hér á að líta til Krists. Hann leið meira en við líðum og nú hann upphafinn til hægri handar Guðs. Það betra að feta í hans fótspor en að gefa eftir fyrir ágangi menningarinnar. Og að því mæltu þá höldum við þá í Jóhannes Guðspjallið, þar við höfum Guðspjall sunnudagsins núna á sunnudag. 6 dögum fyrir páska kom Jesús til Betaníu þar sem Lasarus var. Sá hann vakti frá dauðum. Þar var hann búinn kvöldverður og Marta gekk beina, en Lasarus var einn þeirra sem að borði sátu með honum. Þá tók María pund af ómenguðum dýrum nardusmislum og smurði fætur Jesú og þerraði með hárið sínu fætur hans. En húsið fylltist af ilmi smislana. Segir þá Júdas Ískariot, einn lærisveinanna, sáir myndi svíkja hann, hví voru þessi smysl ekki seld fyrir 300 denara og gefið fátækum? Ekki sagði hann þetta af því að hann léti sér andum fátæka, heldur af því að hann var þjófur. Hann hafði pingjuna og tók það sem í hana var látið. Þá sagði Jesús, lát hana í friði. Hún hefur geymt þetta til greftrunardags míns. Fátæka hafið þér ætið hjá þér, en mig hafið þér ekki ávallt. Nú komst allur fjöldi gyðinga því að Jesús væri þarna. Og þeir komu þangað ekki aðeins hans vegna heldur til að sjá Lasarus sem hann hafði vakið frá dauðum. Þá réðu æðstu prestarnir af að taka einnig Lasarus af lífi, því að vegna hans snéru margir gyðingar baki við þeim og fóru að trúa á Jesús. Eða á Jesú. Jesú fagnað. Sá mikli mannfjöldi sem kominn var til hátíðarinnar frétti degi síðar að Jesús væri að koma til Jerúsalem. Þeir tóku þá pálmagreinar, fóru út á móti honum og hrópuðu: Hósanna, blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins, konungur Ísraels. Jesús fann ungan asna, settist á bak honum eins og skrifað óttast ekki, dóttir Síón, sjá konungur þinn kemur ríðandi á ösnufóla. Lærisveinar hans skildu þetta ekki í fyrstu, en þegar Jesús var dýrlegur orðinn, minntust til þess að þetta var ritað hann
og að þeir hefðu gjört þetta fyrir hann. Jóhannes segir hér í 12. kafla frá atburði sem á sér stað rétt fyrir páskahátíðina. Og það eru svipaðar frásögnir í öllum hinum guðspjöllunum. Og að öllum líkindum þá má segja að Matteus og Markus segir frá sama atburði og útfylla þá þessa frásögn. Þetta er að finna í Matteus guðspjalli, kafla 26, versi 6-13, og það er reyndar predikunartextinn hér í Noregi á sunnudag, og síðan í Markus guðspjalli, kafla 14, vers 3-9. Í Lúkas guðspjalli er svolítið önnur saga og öllum líkindum er það annar atburður þótt að sé ýmislegt í honum sem líkist. Þá er það margt sem er öðruvísi að það er erfitt að hugsa sér að þetta sé sami atburður. Og þann atburður er að finna sem sé í Lúkas guðspjalli, kafla 7, vers 36-50. Og ef við flettum hérna aðeins aftur tilbaka í kafla 11, þá er það gott að hafa það með sem bakgrunn. Það er að segja að það er sagan af því þegar Jesús fer til Betaníu vegna þess að Lasarus hefur orðið lasinn og síðan dáið úr sjúkdóm sínum. Og Jesús reisir hann upp frá dauðum og í kjölfar af því þá magnast spennan í kringum hann í Betaníu. Það er fólk sem kemur til trúar á Krist fyrir það sem hann hefur gert og gyðingar taka eftir því og þeir náttúrulega reiðast og byrja að leggja alvöru áform það að taka Jesús af lífi. Og þetta á sér allt saman stað í aðdraganda páskahátíðarinnar, þannig að það er alltaf meira og meira fólk að koma til Jerúsalem og allt er að fyllast af fólki þarna. Og í þessari spennu sem þar er ákveður Jesú að yfirgefa svæðið í nokkra daga og hann fer norður á bóginn í átt að bæ sem heitir Efraim. Það er að segja að það er náttúrulega stórt landsvæði sem heitir Efraim sem heitir eftir afkomendum Efraim, sonar Jakobs, en þetta er sem sé bæir eða þorp sem heitir Efraim sem þar er talað um. Síðan er hann þar til eru 6 dagar eftir fram á páskum, rétt tæp vika, og þá kemur Jesús aftur til Betaníu þar sem Lasarus var. Það eru bara liðnir nokkri dagar, en hann hefur þá fengið að ná sér kannski aðeins Lasarus, og þegar Jesús kemur þangað, þá er hún búinn kvöldverður. Og það mætti kannski að það fyrsta sem hann dettur í hug er þetta sé heima hjá Lasarusi, en það virðist reyndar ekki vera, sérstaklega ekki ef maður þá lítur líka á Matteus guðspjall og Markus guðspjall. Þá er þessi kvöldverður, eða kannski kvöldhátíð, heima hjá manni sem heitir Símon, sem hefur þá verið holdsveikur. Nú er það ekki tekið fram í textanum í Matteus guðspjalli hvort að Jesús hafi lagnað hann eða hvers vegna hann er kallaður Símon hinn holdsveiki, en það er svona ágiskun, eða það má allavega hugsa sér það að Jesús hafi hugsanlega lagnað hann. Allavega er óhugsandi að hann hafi verið holdsveikur þegar hann bauð til þessara kvöldmáltíðar. Og öll fjölskylda Lasarusar er þarna, það er að segja öll þessi 3. Lasarus hann situr að borði eða liggur að borði kannski líklegast með Jesú. Nú Marta, hún gengur til beina og tekur þátt í því öllu sem þarf að gera svona í kringum svona hátíð eða svona veislu, og síðan er það þá þriðja í þessum systkinaflokki, hún María, sem hefur ákveðið að gera svolítið annað. Já, þá erum við komið þarna versi 3. Það er að segja, María, hún kemur þarna með litla krukku, þetta er tekið fram í hinum guðspjöllunum, úr alabastri, sem er svona steintegund,
og í henni dýr smyrsl og þessar krukku hefur verið lokað, þannig að það ekki hægt að opna hana nema brjóta hana. Þannig að þetta svona innota að ákveðnu leyti, rándýrflaska augljóslega, með svona nokkurs konar olíu með alls konar ilmjurtum ofan í. Og hún brýtur flöskuna og hellir úr henni yfir höfuðið á Jesú og síðan yfir fæturna á honum. Og það hefur verið nóg mikið í krukkunni til þess að hann þurfti að þurrka það sem var umfram, það sem rann niður, og hún bregður þá á það ráð að þurrka með hárinu. Og það var litið á hár konunnar sem prýði hennar, og hún myndi sennilega ekki sýna hverjum sem var hárið á sér, heldur jafnvel svona að öllu jöfnu hylja það undir slæðu. Hún tekur þá þessa prýði sína og notar hann sem handklæði fyrir fætur Jesú. Ég held að það sé erfitt fyrir okkur sem að lifum á allt öðruvísum tímum að átta okkur á því hversu einlæg athöfn það hefur verið, og hversu áhrifaríkt það hefur verið sem að María gerði þarna fyrir Jesú. Svo skiptir máli að gera hér greinamun á Maríu og syndugu konunnar í Lúkasar guðspjalli kafla 7. Hér verður það mikilvægt. Það ekkert sem bendir til neins annars en þess að María hafi einmitt verið guðhrædd kona sem hefur farið að siðum gyðinga og vandað sig við það. Og nú tekur hann sem sé alla sæmd sína og leggur hana við fætur Jesú. Og hún sýnir okkur gegnum þetta hvar sannur lærisveinn Jesú á heima. Hann á heima eða hún á heima við fætur Jesú. Og svo bendir þetta einmitt á það að María hafi vitað hvað hún var að gera. Nú höfðu postular Jesú, þeir höfðu mörgum sinnum heyrt hann segja frá því að hann myndi vera krossfestur. Hann byrjaði að segja það greinilega frá deginum þegar Pétur kemur hérna stóru játningu, þú ert Kristur, sonur hins lifandi Guðs. Strax þar á eftir byrjaði Jesús að segja þeim greinilega að hann á að deyja á krossinum og rísa aftur á 3. degi. Þeir voru búin að heyra það oft og þeir áttu að skilja það. En það virðist ekki hafa náð inn til þeirra. Þeir voru tregir að skilja og þeir voru tregir að trúa því sem Jesús sagði. En það virðist vera að María hafi verið öðruvísi en lærisveinarnir að þessu leyti. Hún heyrði hvað Jesús sagði og áttaði sig á hvað það þýddi og hún virðist hafa skilið að nú var ekki langt eftir. Í fyrri sögu sem við heyrum við Maríu þá sest hún bara við fætur Jesú og hlustar. Hér tekur hún fram þessi smyrsl og smyr hann. Einhvern veginn hefur hún fundið nægt fé til þess að kaupa þessa krukku sem kostaði hátt í árslaun og nota hana þennan dag á Jesú. Hún hefur átt að segja að kannski þetta síðasti möguleikinn til þess. Og hún gerir sig grein fyrir að það sem hún að gera til undirbúnings fyrir dauða Jesú og greftrun hans. Og svo kemur þetta einstaklega pirrandi svar postulana. Það eins og þeir skilja ekki neitt og það sýnir hvað þeir skilja ekki hvað það sem á sér stað. Þeir skilja ekki merkinguna, heldur allt sem þeir sjá rándýr krukka sem sóað á Jesú. Og ég held að við ættum að taka eftir í hvernig þetta fer fram hérna. Hér í Jóhannesar guðspjalli lesum við það er Júdas sem kemur með gagnrýnina. Í Markúsar guðspjalli þar stendur að voru nokkrir sem voru til staðar og í Matteusar guðspjalli þá kemur það fram að voru postularnir. Markús bætir líka við að þeir ávituðu hana stranglega, þessir sem voru þarna til staðar.
Bíddu við. Þetta þýðir að hugsanlega var það þannig að svikarinn Júdasi hefur fyrst gramist það sem að sjá og við fáum skýringu á því að hann var þjófur og hann sá peningana. Það er hægt að þýða grískuna þannig að hann tók ekki það sem var sett í pokann endilega, en hann sá hann og hann hefur litið á það að einhverju leyti eins og sína peninga og honum líkaði ekki þetta sem þarna gerðist. Svo segir hann að það sé hægt að veri betra að selja krukkuna og gefa fátækum og þar með sakar hann líka Jesú að vera sóunarsamur, að taka við þessu fremur en að gefa það fátækum, eins og Jesús hafi ekki meiri kærleika til fátækra heldur en Júdas hefur. Þetta er náttúrulega, eins og við sjáum, þá er þetta bara spil frá hlið Júdasar. En honum tekst að fá hina lærisveinana með sér. Hann kemur af stað baktali gagnvart Maríu og fær þá til þess að slást í hópinn og tala illa hana og tala illa við hana, eins og kemur fram þá í Markús guðspjalli. Og í þessu þá felst ákveðin viðvörun fyrir alla þá sem vilja fylgja Kristi. Náttúra mannsins er syndug og náttúra mannsins vill ekki hið góða. Það er auðvelda, þess vegna er það svo auðvelt að láta tælast og slást í hópinn til dæmis með svona baktali. En Jesús hann sér sem sagt í gegnum lærisveinana og tekur til máls og veitir Maríu vörn, eins og við lesum í versum 7 og 8. Þá sagði Jesús, láta hann í friði, hún hefur geymt þetta til greftrunardags míns. Fátæka hafið þér ætíð hjá yður, en mig hafið þið ekki ávallt. Og það er að segja, Jesús er ekki að segja að þér ekki gefa peninga til fátækra, heldur að það er allan tíman möguleikinn að þið getið verið að gera það allan tíman og ættuð jafnvel að gera það. En það þýðir ekki að það sé rangt að nýta peningana í þessum skilningi að predika dauða Krists áður en að honum er komið. Og Jesús staðfestir og ítrekar það sem að María er að gera og ítrekar samsíða að dauði hans nálgast, og það er megininntak frásagnarinnar og megininntak þess sem að María hefur gert. Nú síðan kemur nýr hluti, vers 9-11, og þá snýst sagan að öðru og nú er það sem sagt ekki, Jesús fær ekki dulist mjög lengi. Það virðist vera að meðan Jesús hefur verið í burtu, þarna norður í Efraím, að þá hefur fólk spjallað saman og þetta hefur augljóslega verið hluti af umræðinni. Hver er þessi Jesús? Getur hugsast að hann sé Messías? Og þegar þið heyra að hann er núna komin til Betaníu er bara rétt austan við múra Jerúsalem. Þetta er svona 2, kannski 3 kilometrar. Bara svona stuttur göngutúr, ég veit ekki hvað tekur langa tíma, hálftíma, klukkutíma að ganga og þannig að þetta er bara rétt utan við Jerúsalem. Þannig að fólk kemur út og vilja sjá hann og síðan vilja líka sjá Lasarus. Og kemur kannski skýring á því að sagan Lasarus, hún kemur ekki fram í samstofna guðspjöllunum sem er skrifuð fyrr og heldur ekki nafn Maríu. En þegar Jóhannesar guðspjalli skrifað, þá eru þau líklegast dáin, bæði Lasarus og systur hans, og þar af leiðandi eru þau ekki í hættu eins og hér kemur fram. Nú komst allir fjöldi gyðinga að því að Jesús væri þarna og þau komu þangað ekki aðeins hans vegna, heldur til þess að sjá Lasarus sem hann hafði vakið upp frá dauðum. Þá réðu æðstu prestarnir af að taka einnig Lasarus að lífi, því að vegna hans snéru margir gyðingar baki við þeim og fóru að trúa Jesú. Lasarus hefur ekkert gert af sér. Hann er
algjörlega saklaus og jafnvel þótt að fólk horfi á hann og byrja að trúa á Jesú, þá það ekki honum að kenna. Út frá, eða ætti ekki verið það, út frá sjónarmiði æðstuprestana. Hér sýnir það að æðstuprestarnir, þeir eru tilbúnir til að taka skrefið frá einhverju sem svona óréttlæti og yfir í beina glæpastarfsemi, að taka saklausan mann af lífi. Og kannski það ástæðan fyrir því að hér stendur æðstuprestarnir. Það eru þeir sem að vilja taka Lasarus af lífi. Líklegast hefur þetta verið of mikið fyrir faríseana, því þeir voru mjög uppteknir af því að gera allt samkvæmt lögmálinu og þetta hefði aldrei getað gengið samkvæmt lögmálinu. Nú, síðan kemur loksins dagurinn þegar Jesús gengur inn í Jerúsalem, þar sem við fögnum og minnumst á pálmáttssunnudag. Daginn eftir fer Jesú þangað. Og við erum búin að tala svolítið það hvernig stemningin hefur verið í Jerúsalem á þessum tíma. Fólkið sem var komið saman í bænum, það var tilbúið til þess að taka við Jesú núna sem konungi sínum og í sambandi við í sambandi við páskana þá eru þau búin að vera að syngja þessa söngva, hallelsöngvana og þekkja þau eru búin að æfa þá kannski og við vitum það að þegar Jesús syngur þetta með lærisveinum sínum eftir kvöldmáltíðina og þannig að þessi orð voru í fersku minni og þau syngja þetta þarna úr Sálmi 118. Hósanna, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins, konungur Ísrael. Þau kalla Jesú konung Ísrael, þau skilja hann sem Messias og þess vegna lagði ég áherslu á hebreskunni í Hósanna, hjálpa þú eða frelsa þú og þetta orð sem hefur ákveðin tengsl við nafn Jesú líka. Jesú lætur ekki þetta vera nóg heldur uppfyllir hann líka spádóm frá Sakarías spámanni eins og það í kafla 9, vers 9-10. Óttast ekki, dóttir Síón, sjá konungur þinn kemur ríðandi á ösnufola. Sakarías spámaður uppi á tímum endurreisnarinnar, það að segja eftir að Ísraels fólk var í útlegð í Babylon, þegar það kom tilbaka og fekk að byggja aftur í Jerúsalem og byggja musteri sem hafði verið eyðilagt, byggja upp á nýtt, þá það Sakarías uppi á þeim tíma og skrifar hugkanir og spádóma til Ísraels fólks og einnig eru dómsorð til þjóðana í kring Ísrael. Og hann horfir fram á við til Messiasar sem á að koma og þessi orð eru sem sé skrifuð hann. Og hér rætast sem sé þau orð, hér kemur Messias ríðandi inn í Jerúsalem á ösnufola. Og þá erum við komin að enda textans. Þá stöðva ég þetta með skjáin og stöðva ég upptökuna og síðan hægt að stop recording svona.